Já, það ekkert komið hérna á skjáin. Við hafa verið velkomin á hjamma.net. Það Hjálmar og félaga mættir og engin smá line-up í dag. Þetta Mækarinn á endanum nýkomin frá Malmö. Það Bollin nýkomin... Köpen. Völdum okkur. Bollin nýkomin frá heimilinu sínu. Já, bara heima. Og svo Malmö fangin. Herðu, Þið munið ekki eftir Malaga fangarna. Ég var líka Flórida fangin. Flórida fangin. Ný serið með Kjartan Atla. En afleið, þú dólgaði Malmö. Já, ég gerði það og bara maður einhvern veginn gerir allt fyrir stígin 2 og til að gera allt villist í höllinni þar maður það stundum að gera það. Já, þetta var geggjað og þið tókuð þarna, fórum liðið alla leið í undanúrslit. Já, og maður að fara að taka bronsið. Við fyrir aðeins örstuð við leikinn í gær. Þetta var bara leið að maður sá Danir og konum 2 mörk yfir hérna í seinni hálfleik. Það var búið. Það var búið. Ég fekk þessa tilfinningu. Maður einhvern veginn, Við hefum þurft að komast 2-3 mörk yfir. Þá þetta verið smá sens. Ég hafði aldrei mikla tilfinningu verið myndi vinnanleik. En mér fannst bara... Ég var nú að skamma einhverja menn hérna fyrir að væli við dómgæslinn, ég man ekki móti Króatíu eða eitthvað fyrir mótinu, Ungverjalandi eða eitthvað. Mér fannst bara dómgæslinn í gær hall á Ísland. Já, í svona rosalega jöfnum leik. Mér fannst það vera best dæmdi leikurinn sem ég sé handbolta. Já, sko, hann var ekki illa dæmdur. Nei. Hann var ekki illa dæmdur, en það voru þessi smáatriði. Þetta var svo tætt leikur, fyrstu 40 mínútur. Það voru þessi smáatriði. Að, ég meina, hvað ætlir að fengi? 1 sinni 2 mínútur fyrir að haldi í, ég meina, Gísli Þorgeir, hann fer ekki svona 25 sinnum framhjóðum. Hann stoppaði alltaf sóknina. Við fengum aldrei að klára. Við skorum hérna einhver 2-3 mörka sem búið að flauta, reyndar Danir 1. Þeir renna á hausinn 5 sinnum. Það ekki okkar vandamál. Þú bara missir boltan, þetta bara skref. Alltaf fóðu bara nýja sókn. Þetta svona lítil atriði, en fyrir utan svona lítil atriði, þá var leikurinn vel dæmdur, sko. En það munar svo rosalega í svona leik. Og síðan bara tvennt sem ég segi að hafi fokkað þessu fyrir okkur í gær og ég ætla ekki að vera leiðileg með það. Það markværslan og allir að segja að Danir voruð bara jafn mikið en þeir bara voru aðeins betri vörn. Við hefum þurft að vera með betri markværslu. Við erum aðeins lélegri lið og þarf það aðeins betri markværslu. Þetta spjallist okkar. Vorum ekki með neina og síðan sem að ég var rosalega vonbrigður með að við erum bara með 3 leikmenn fyrir utan. Hinnir fyrir utan eru bara ekki tilbúnir í þetta. Það leikurinn svona stór og við gátum ekki spila á 3 sömu mönnunum alla 60 mínútur og inn koma Hauks Þrastarson í leik. Þið kallið þetta fílinn í herbygginu. Okkur talaði ekki það í sett eftir leik eða annað. Hvað gerði hann í sókninni í þessar 15 mínútur sem hann var þarna? Ekki spes, hann stóð bara og gerði ekki neitt. Sorry. Hann gerði ekki neitt. Já, þeir helviti harði núna strákar ég ætla nú ef ég Við erum ekki dotnir út, það bronsið. Ég svona, reiðinu nú alveg runnin að mér maður er bara ógeðslega stoltur á þessu liði og þessum Ómar Ingi sýndi okkur fyrstu 20 mínútur besta einstaklings Við mættum bara besta handboltaliði heims og vorum bara frábæri gegn. Þeir voru samt í hérna þetta eftir ekki allt í lagi frábært við töpuðum leiknum sko. Þetta var á mínu mati besti leikurinn okkar á mótum. Við hefði ekki dunnið. Við vorum frábæri. Þetta var stoltur. En við töpum ekki koma að segja allt í lagi eitthvað lúser hátt. Þetta er ekkert allt í lagi. Við leiðum þetta af. Strákar, eitt komment hérna líður eins og nafnin að vaknaði hjá stærri konu og fengi hjá henni bólinn lánaðan svo þurfti ekki að fara í yesterday outfit. Já. BBV. Þetta var alveg langklokka. Þetta klára handboltan, ég held að þegar ég og naflin verðum á næsta ári í Þýskalandi þá sá ég á leikunum í gær að þá munum við trúlega að vinna Daninn í úrslitaleik fyrir 50-50 höll. Erum við ekki að fara að taka af dönunum núna? Já, við erum bara konum með hrikalega gott lið en aukalegarnir verða að gera meira. Sammála því. En þetta bara frábært til strákunum og við erum ánægðir með og þeir eru og núna erum við að fara að tala með enska boltan. Þú ert ánægður með það. Hversu ánægður þeir séu með þig? Eitt strákar ætlaði að boykotta danska vörur líkt og sumir gerðu ísraelska vörur. Mér finnst ekki ólíklegt. Svona alla hana fyrsta árs fjórðung. Já. Ég bara, þú veist. Maður les núna á og kíkir og setur jafnvel í ChatGPT is this Danish og svo. Ég því miður Ég hefur þetta gert það frá fæðingu þannig að ég því miður get ekki boykotta danska vörur því Túborg og önnur uppáhaldsbjór. Það er búið strax.
Herðu, gott að Mike sé jákvæður í dag. Ég alveg jákvæður. Fyrir mér, svíjaleikurinn meðan þessi bara eiginlega betri. Við vorum frábæri í þessu leik. Ég held þú sért svona reyna svektur og þið finnst að við hefðum bara getað gátum unnið og málið þetta voru bara svona lítil smáatrið og það verða allir að vera klárir og þú ert að vera klár í svona leik. Þá ertu orðið stóri leikmaður eins og Nafli sagði, eins og Ómar Ingi, Janus voru þeir klárir inn að leik, heldur betur þetta leikur sem þú ert að vera klári til að taka alveg Strákar, Andri, stóra barnið segir vinnur okkar Big Baby, segir Andri getur ekki beðið eftir að fara út næst með Mike og hafa hans 40 ára reynslu á honum 42 ára þannig að ég leiðir þetta Big Baby Mike búin að horfa á handbolti í 42 ár 43 á næsta ári 43 á næsta ári ég menna sjálfsögðu ekki sniðganga að hagkaup, ég get það ekki, þeir eru kostendur á podcastinu mínu og ég menn ekki gera það takk samt þetta var ekki en við verðum hérna á morgun fyrir alla sem er að fylgjast með, þá verðum við hérna á morgun að bli tökum ekki einhverja menn með sem hafa ekki vita á þessu en við verðum þetta klukkan hvað? 12 við erum ekki alveg búin að gera nekla tíma 12:30 eða ekki? 12 þá verðum við og þá förum við almenn lifir hann að klárum það er geggjað sjónvarp og hann segir í mitt hérna skúlen 89 skúlen 91 ég sé þetta ekki hvað ég elska þetta sjónvarp og morgnana það er bara þetta er fallegt hönd í hönd alveg miðaldra kallar að röfla þú reyndar kannski ekki miðaldra ég er maður ekki svona þið tveir kannski ekki miðaldra elskar það alveg meira en þetta helvítið fyrir við baráttunum brauðið sjáum baráttunum brauðið þar sem við erum að tippa allt sísonu á eitt leik og þar sjáum við hvort við séum upp eða niður og þetta er staðan eftir síðustu umferð ég tók Tottenham Hotspur mútið Burnley 2-2 jafntefli Bolli tekur jafntefli hjá Newcastle Aston Villa vinnur City, Nablin boring Nabli sigur Mike tók sénsinn og var með Liverpool á móti Bournemouth þeir töpuðu Sörensen tekur Nottingham Forest á útivelli Mike sagði þetta var snjátt síðast 42,4 eurur upp svo er það Bulli sem að hann var svona aðeins slutabreinu þeim að fara niður eitthvað þeir taka Brentford á móti Nottingham Forest öfugt og það er tapið sjáum stöðuna eftir þess að umferðir 10 picks ég er pluss 1,9 eurur upp talaði nú mín pick séu boring núna og lest í töfluna hver er á toppnum? Nafli leiðir með 117,5 þetta er bara ekki keppnist en þetta er nefnilega rosalega fljótt að breyta ég var á toppnum þarna í nokkra vikur og það var kalt, ég viðkynna það en svo sjáu þið, þetta er búið að breytast og þetta var eftir að breytast nokkur sinna að verða sviftingar fram á vor hvað voru að tala um? Það var hálf undir þú var ekki að tala um það jú, býttu þið voru að tala um það var tekið á fyrsta fundi þið sjáu töluna sem ég er í það er 69 herru, er bollin að sækjum að leika höllu rekkjusvík? getur við fengið efrur og herran Hlynur Orri alltaf sækir Hlynur Orri sínar efrur hann kann þetta Hlynur Orri, var þetta hann? Já, minn maður hann er bara, hann mætir horfir og kommentar það er bara svona en stráka, sjáu þetta þarna þetta er, ég og Mike við erum í smá vesinni, við erum í smá brekkur ég fer að klífa þetta aftur upp það er einn góð spurning ég fer ekki áhyggjur út í mínus 46 var hefur séð svona litla krakka verið einhvern veginn hlaupa langt á undan svona þetta fer jafntefli Tottenham City og er komin cirka á 0 já þetta er fljótt að breytast við vorum búin að sjá það hverju við spáðum, það var alltaf undir fáum við stuðlega hjá Vók viðreisn í borginni en ekki stuðlega hjá XD í Sönni Kef hver er forgangsröðin, hver er landsbyggð ég verð að taka undir þetta það verður gaman að geta sett á ósvita kostingarnar í Sjálfstæðisflokk hvað heitir hann, Ásgeir eða ekki reyngin? það er minn maður er hann ekki flottur? jú, hann er mjög flottur er kostningar í dag? það er kostningar í dag X-Ásgeir segir við X-Ásgeir Elvar það er bara svona hann elskar bæinn toppmaður fyrir mig Hjammann, hann er risastór í dag Manchester United mínus 1,5 í forgjöf hver er með það? þú móti hverjum eru þær? Þetta er ég ertu með það á báðu? já Vitu, hvað meina báðu? hann var líka með það í baráttunum bröðið já, það ánæði með þetta en býtu það getur ekki verið með það í baráttunum bröðið það er bara streitt en býtu, á móti hver eru United? Manchester United mínus 1,5 Fulham ertu vissum að hann hafi verið með þetta í þessu? ég held að hann hafi verið með þetta í Hjammann sko. Þetta er í Hjammanum já, við sjáum hitt, baráttunum bröðið
hann líka með þetta þar. Það eitthvað vesen. Hann ef þetta klikkar, þá klikkar allt hjá hann. Það klikkar allt hjá hann. Nei. Hann með öll leikinu sem okkur. Það bara glæsið Ég held þetta sé rámt. Nei. Ég var með, þetta nefnilega rámt. Guys. Ekki? Jú, ég með í baráttunum brauð þegar ég með Manchester City vinni Tottenham. Við breytum því. Sjáðu hvað Mækarinn er snöggur Þetta var vel gert. Mækarinn er snöggur að finna út. Þannig að það verður baráttu leikur sem ég með jafntefli þar. En þetta er rétt, Hjaminn er réttur. Þetta er rétt. Hjaminn, það er -1,5, þú með það, Forgjöf, Aston Villa sigur, hver er með það? Ég. Sko, er maður að sjá stuðun Aston Villa? Já, 2,11. Já, okkur er 2,11 og heimavelli Aston Villa. Grassa gildra. Er það ekki? Ég er svolítið áhyggjur af þessu. Það er eitthvað þessu grassi viti. Það vantar Ollie Watkins. Já. Það vantar Tielemans. Já. En ekki gleyma að kongurinn Douglas Lewis er mættur og Tammy Abraham og notabenni Brentford er í ruglinu. Ég held þetta verður erfiður leik og eru vilja en ég bara heldur vinna eina leik er harkaði þetta út. Ég er alveg til í þetta. Sunderland Burnley bæðileg skora. Hver er með þetta? Ég með þetta er dettur. Ég hef ekki klikkað á Hjammanum hingað til, þannig að við skulum bara prófa. Burnley eitthvað, það er nú yfirklæð að tala frjálslega staðreyndir þarna. Nei. Ég en reyndar sko, alltaf ég og Mike sem þurfum að tjekka upp hennar stöðula því þið er alltaf frá 1,1, 1,2 alltaf einhvern veginn. Og svo kemur hann, ég klikka aldrei á þessu. Okkur er bara við erum bara skýrsamir menn. Svo er ég með Leeds yfir 1,5 spjald á móti Arsenal stráka, það er eiginlega alveg garantíða sko. Þarna fyrir við úr 19 í 20 og ég er skítrættur að eins og aftur að við hérna 4 vinna á þessu ekki. Þetta verður uppselt. Ég fyrir bara á þetta núna. Það bara er allt og oft sem það gerist, mann næri þessu ekki. Mér símaður fram að þið sko. Já, ég er að vinna. Ég er að vinna í tíma. Já, ég vinnir sér ekkert sjálf. Sjálfsögðu, naflinn búin að þessu. Herðu, þá fyrir við fyrsta leikstráka dagsins og það er engin leikur 12:30. Já, það er uppfært, já, flott. City vinn, vel gert. Manchester United tapar gegn Fulham, þeir taka þetta svo kallar Tottenham move, vinna stóru liðin bara til að tapa gegn þeir minni strax og eftir. Já, þetta er Tottenham move, það er alveg góð punkt. Ég finn þetta ekki hérna. Þetta er í afþreng. Þetta er í afþreng. Já, heldum áfram. Það eru þurfum áfram, Brighton, Everton strákar, þetta er pjúrista leikurinn, byrja vel á laugardegi klukkan 3. Já, ég ætla að taka þennan leik. Ég hef sterka tilfinningu fyrir því að Brighton vinna þennan leik. Nokkuð þægilega. Það verður svona bara klassískt Brighton. Þetta fari bara eftir stöðlunum. 1.92. Já. Og þetta verður þægilegt. Þetta er leikur Everton, þetta er leikur sem Everton má tapa og þeir fíla það og þá tapa þeir. Já, þetta er svona leikur sem þeir mega alveg tapa. Þeir mega alveg við því. Það bara breytir engu. Já, akkurat þetta er leikur sem þeir mega ekki tapa. Það er leikur sem eru í baráttunum við eitthvað svona lið. Já, en þetta er svona, ef við pælið í stóra saminginu, þá er þetta leikur sem Everton má tapa. 3 stigum á liðunum. Já, ég veit það, en þú veist, þeir eru bara þarna. En síðan líka sko, helviti skemmtilegt, fyrirgjöðu, orðbúræði, að Barry er sjóðandi heitur. Ég tók skemmtilegan seðil, við vorum á góðum sportbar, ég og Mike, núna á mándaginn. Að bæðili skora og Barry er einn af þeim. Engin vinnur, engin þannig. 1-1 og Barry skora. Já, ég spáði að taka hann aftur. Bæðili skora og Barry skori. Og trefuna Barry. Já, skemmtilegur. Þetta er svona okkar svona Dogson maður. Já, það er enda sammála því. Þessi leikur, eitthvað var í þetta? Ég veist að... Nei, ég er ekki að horfa hann leik, ég get að lofa því. Ég horfa á það. Það þarf alveg viku í viðbót til að ná sér af þessum handbolta. Þannig er alveg að síður á kallinu. En Aflin er þetta einn af svona 3 bestu ferðarfélagum sem ég hef haft. Er það ekki? Vá, þetta er þetta rosa. Ég er búin að vera í svona 2000 utanlandsferðir. Þetta er þetta rosa. Það er mjög gott. Hann bara sopnaði alltaf, bara mætti 6 á mótnana heim. Mökkaður, eitthvað svo leys. Og svo bara var að vaknaði 9. Ekki tóndabál. Ég verði þetta alltaf að vekja hann, en hann vaknaði þegar ég sagði hann vaknaði. Þið voru alltaf mættir í ræktina líka? Já, við vorum alltaf í ræktina. Já, ég alltaf, hann er einn dag. Já. Ég held að mér finnst þetta bara góður stuður til Everton. Mér finnst þetta bara góður stuður til Everton, 4-26. Okkur ættir ekki geta unnið þennan leik. Þeir geta alveg unnið þennan leik. Ég ætla að segja þessi leikur var X2 fyrir Everton. X2, ekki fyrir Everton, heldur X2. Já, X2. Nafnið þú ert á því að Brighton vinnið þetta? Ég man ekki til þess að hafa sagt það, en þegar þú segir það, þá er eitthvað sem segir mér að Brighton vinnið þetta 3-1. Já. Ég er svolítið sammála Mækarón. Ég held að þetta sé X2. Ég held að það voru fáspjöld. Nei, þessi leikur voru alltaf spjöld. Nei, ég held ekki. Ég er sammála að nafnlega. Hvað er stöðurinn á bótt tím þú skori í þessu? Ég held ég skori alltaf eitt Everton sko.
Jú akkurat, bæðið jafn vittlaus halda ekkert inni en hann náttúrulega grílir sér frá á tímabilið það bara both team to score both team to score 1.85 þú fær það ekki í bankanum nei það eru aukaæfing í dag, nei ég var engin aukaæfing ekki múin að taka hann ennþá, en ég er með lóðin held í bíl en ef við ekki taka bara eftir það skjótust heim og tökum smá í stofunum til í það þið eru alltaf að æfa herðu, sjáu þetta þetta datt síðast og ég ætla að taka þetta líka í dag þetta alveg stuð Förum á þetta Þetta kemur að þessu sko ég get sagt ykkur einstaklega Leeds Arsenal það næsti leikur já, þessi leikur klukkan 3 á laugardegi þetta rísa leikur Arsenal ég freist þetta að fara á Leeds ég man eftir einu liði sem með 6 eitthvað á móti Arsenal núna síðustelgi ég man ekki hvað liði heitir já akkurat og það datt eigum eitthvað svakalega fara yfir gögnin hefði ég ekki glimt þessu gær þá hefði ég bara klift þetta sjálfur bara það skítseiði sem ég fekk fyrir það að segja United gæti skorað 3 mörk á móti Arsenal ég hef aldrei kynnst öðruns maður hefur verið skammaður á skólastjórunum og mamma og pappa og vinunum og foreldur vinna minna ég skal viðurkenna það en maður aldrei hef ég setið yfir jafn mikilli bara vitleysu við fórum fullt geist, við viðurkennum það ég bara þú varst með þetta alveg á neglingu ég held að það er meira að tala að United geti gert sigumarki í restina það er þriðja marki væri með hennar refund í 2 mörkum og við myndum alltaf skora 2 sem gæti þetta sigumark komið hann sagði það þetta var bara eins og ég var í Reynmenn hlusta á þetta og við fæðum valdeldur út en við fórum líka helviti hátt upp eftir þetta þetta var í höllinni þegar við vorum að vinna Svíana með þetta saman, við fórum það hátt upp að reikningandi tæmdust í vikunni það er bara sem betur fyrir februarmánuður fyrir bara ég að gera upp ykkur að reikninga þannig að það verður bara þannig en þessi sunnudagur síðasti kemur trúlega, hann kemur alltaf aldrei aftur, það er ljóst en þetta var svakalegt þetta er eitt besti sunnudagur sem maður átt svo var hann komin í vesen í NFL-inu líka þetta nafninu kvöldið og hann náði að snúa því líka þetta sunnudagurinn sko að Ísland hafi unnið Svía Manchester United var sko sigur Arsenal ger ekki söm místökin United er bara ekkert með slakar í landsnál við erum búin að taka 6 stegaðum í vetur og auðvitað kannski aðeins slakarlega en ekki mikið en Arsenal mun bæta lega Leeds þannig að þetta er engin mistöku síðustu helgi en Arsenal mistöku sér ekki í dag ég hef ekki trúið því vinna þetta bara þeir vinna þetta þetta er satt alveg típist eitthvað jafntefli þetta er ekki eðlileg völlur að fara á nei þetta er klukka hvað er þessi leikur 3 verð ekki að poppa þetta það er ekki eðlileg völlur að fara á það var fullt að leiðin fara á Elland Rót og unnið útisigur sko já það er ástæða fyrir að þeir hafa verið svolítið ég er ekki að segja það aldrei tapa á Ellandróm hvað er óeðlegt þegar það völl allir ekki að segja sko þetta er svo mikið lætið þetta Leeds hefur ekki unnið Arsenal í neinni keppni síðan í mæ 2003 þeir hafa tapað 2 leikjum á tímabilinu heimavöllum mæ 2003 veit þið hvað leikur það var sagan sem ég var að segja þér í gær í fyrradag já mannst ekki sögurinn sem ég var að segja þér? Þú segði mér svona 5.000 sögur mannst ekki sögurinn sem ég var að segja þér þegar ég fór hérna í æfingaferðina til Portugals með Núma þarna og við fórum út 7 stigum eftir United, fórum í 10 daga ferð það var aldrei minni en það í svona klúbbum og það er bara 4 æfingar en haldilega, það voru 10 dagar samt og hérna, við fórum út 2003 7 stigum eftir Arsenal fórum í 10 dagaferð, á þessum 10 dögum spila United 4 leiki í deildinni þegar við lentum á flugvellinum á mánudagskvöldi þetta var first mán, 10 dagar að þá var Leeds að tryggja United titilinn með sigri og Arsenal og hann er að segja það núna sem ég vissi ekki en þeir hefði ekki unnið á síðan akkurat, það er bölvun og ég er búin að rifja þetta upp alla vikuna þannig að allir vinnið og ekki bara þá núna ég held að fyrst að þetta er svona þetta er spál skellið mér er Exið ekkert ólíklegt á þessu leik hvað ætlar að segja þá? Ég held samt að segja Arsenal vinni en það er gaman samt að þetta komið svona heim og saman þeir hefði ekki unnið á síðan, það er ótrúlegt og veitir hvað skoraði sigurmarkið um leik? Nei, með ekki skæðinsinni, það er puls og kók hérna eftir þátt Radebi Nei, það var kongur Nei, var það United? Nei, Leeds Arsenal Hvað árið það? Leeds vann 2003 2003 og 3. United titil við vorum í sófamest Er það Harry Kewell? Er það Tony Yeboah? Nei
Þetta hann hérna Ástralinn. Mark Viduka. Ég held að hann sko. Er það ekki? Jú, minni það. Ástæðilegur. En ég ætla að segja eftir þessu okkar, það er eitt góða punkturinn af. Ég ætla að gefa 100 € á þennan meistara. Hvað heitir hann? Otto Helgason, 245. Eru menn ekkert vakandir í Bundesligunum 2, skemmtur leikur klukkan 12, Bochum fyrsta seti, Schalke fyrsta seti, 290 stuðl á Schalke. Er maður ekki grimmur á það? Þetta eru bæði fyrsta seti. Nei, Bochum 11. 11. seti. Rosalega, það eru bæði fyrsta. Það er nýja kerfið. Getur þú joint first. Herðu, ég ætla að stilla hamburgerinn kl. 12, við erum að drífa þáttinn af. Ég verð að sjá Bochum á móti Schalke. Það er bara mjög mikilvægt. En svo kemur sér... Ég er ánægð með þetta var gott shot. Herðu, eitt hérna, sendir inn á Instagram, DM og strákanir fylgjast með því. Annars má hringja í hjemma líka. Nei, takk. Ein spurning, íslensku leikmaður sem við leikjum með Bochum. Ég er með þetta. Já, þú ert það. Ég sjá hvað litlu strákarnir vita. Eyjólfur Sverrisson. Ránt. Hvað sagði hann? Eyjólfur Sverrisson. Hvað er þetta? Ég má bara gíska hérna. Þeir vita ekki þessi guttar. Hann veit þetta ekki. Jú. Komdu með það. Það er sjálfsögur Guðjónsson bróðurinn. Já. Hann sjálfsögur. Hvað er Guðjónsson bróður? Hann var býtu, hann var dottur úr með regnarblikinu bara. Hann er fórstjóri Skeljungs. Hvað heitir hann? Bara datt úr með Þórður, datt úr með bara. Ég veist að hann var fórstjóri Skeljungs. Það er endur ekki nóg í pubquizum. Er það nóg í pubquizum þeirra? Maður svarar bara eitthvað svona. Hann er fórstjóri Skeljungs. Hann er svo Hvorðan að setja Hrafnhildur. Arsenal koma grimmir í eina leik. Þeir verða, ef Arsenal vinnur ekki í eina leik, þá fer þetta bara að fara eitthvað fokkjum. Þeir vinna. Þetta er við jafntefli. 1-3 Arsenal. 1-3 Arsenal. Ég ætla að segja jafntefli gamla góða. Ég er líka bara að vona innilega sko. Er Garnaccio að fara að setja sýningu í dag, strákar? Hvað sér þau? Er Garnaccio að fara að setja sýningu í dag? Sveimir, það spyrir að það tekur hjólastaspöldinu sem á Evertón. Já, kíkjum á bland í póka frá bollanum. Bollin, nú þurfum að fara að rökkrita myndabankan. En af hverju eru ekki fyrst ég með lögatasil? Af hverju eru ekki sína lögatas... Hver sagði við mig? Það er sundarsill, út með þetta. Varst þú með mér nafli? Það er eitthvað að segja, að mynda okkur eða eitthvað, að mynda bollanum og þánum eitthvað þykjast þér í ræktina eitthvað. Og hann var í jakkan. Það var eitthvað sem sagði við okkur. Á að bara einn jakka þessi gæja. Á að geta að vera uppfæra. Var í svarta þarna. Já, helviti marga. Komin í einhvern þegar hann var komin í hann í ræktin líka. Það var mikið. Hann sagði bara, býta hann alltaf í þessu jakka. Hann ætlar gæjin ekkert að vera uppfæra jakka. Var þetta ekki lestir? Ég man ekki hvað sagði. Það var eitthvað sem sagði þetta við okkur. Það var eitthvað annars sko. Eitthvað sem að þolið ekki. Var þetta eitthvað bollafanna? Nei, var þetta heit? Þú átt heit þess að sjálfsögðu. Þá er bollin orðið stór. Þú stuðar ekkert smá marga sko. Það er ótrúlegt. Ég fæ rosalega mikið skilabóð. Vingjarlegi litli kall. Já, það var rosalega mikið skilabóð. Hvað er leikur þetta? Úlfarnir Bournemouth. Nei, bíða aðeins. Það er eitt hérna. Ekki glemma Wimbledon Bolton 12:30. Það er einmitt sem við förum í og eftir. En mér langar að sjá naflan. Hann er með bland í póka. Þetta er svona gott bland í póka nafla. Já, þetta er nefnilega sko Liverpool Newcastle. Þetta er markaleikur. Ég er sammála því. Yfir 3,5 mörk þarna. Það er hárrétt. Arsenal vinnur Leeds. Við erum nú allir sammála. Chelsea skori 2 mörk á móti Vestam. Þetta er bara mjög líklegt. Og þetta er 6 í stuðul. Já. Ég er skítrættur að Liverpool Newcastle fara ekki í 4. Jú, ég er sammála. Ég held að það veri markaleikur. Ég held að það veri spjöld og mörk og stemning. Ég er bara svolítið sammála mækarum. Ég held að það sé svona fyrirfram að undir haldið þetta væri markaleikur. Allir fyrirfram. Já, svo er eitthvað, 1-1. 0-0. 2-0 mestalagi. 0-0, nei, það er Liverpool er ekkert 0-0. Er þetta ekki Liverpool 2-1 bara í mestalagi? Ég set alveg. Nei, menn þetta er allt í lagi, þú veist, og það var náttúrulega gaman að þessu því að þetta var vantilega síðasti leikurinn, ef það hitt 20 dottið, þá var bara ótt að það. Ég eldi þannig. Þá áttu bara einn eftir og það er þetta að leika sér þá með þetta eins. Herðu, þetta er geggjaður bland í bóka að fá alla selina sjálfsögðu hann að geta eld á. Fyrir þá sem vilja sína Wolves Bournemouth. Þetta er svona gæsari. Þetta er svoleiðisleikur. Gamla góða nuttum höndum. Þetta er ekki ykkur 4 geðviki í Docksonu, allt beint í æð. Já, það gæti alveg. Já, þetta verður bara allt í. Ég hef ekki sofið í nóttu við spenning að fara í Docksonu í dag með Úlfana Bournemouth og Everton og Brighton. Þetta er bleikast sem þetta fer 3-3-4-4. Eitthvað svona rugg. Þetta verður bara eitt skemmtilegasta leikur tímabilsins. Þetta er 1-1. Er það? 4-4, 1-1. Ég ætla að setja þennan í baráttunum brauð. Ég er bara svo langt á eftir. Hvað hefur þú sett á þennan í baráttunum brauð? X. Ég sett X og Tottenham City í frekar. Það var hærri stuður. Ég held að Wolves vinni þetta 2-1. Bournemouth er hátt uppi síðan síðustu helgi helvitan að út af svolítið Liverpool. Hátt uppi til það, vinni ekki öll í Liverpool. Þetta vinni ekkert öll í Liverpool. Og Wolves vinna þetta 2-1.
Það verður gaman. Það var mjög gaman. Stráka, það hefði verið skoruð. Þetta er mjög tætt leikur. Það hefði verið skoruð 1, 2, 3, 4 mörk í síðustu 3 leikjum þessu liðum. Þetta er ekki verið miklu markaleikir sko. Það er svolítið, það getur oft gerst. Ég segi samanstrákar þarna. Það er sem ég var einmitt að hugsa. Hvað er bóttím þú skorið í þessu leik? Bóttím skora. Það er eiginlega vissum að koma bóttím. 1.85. Ég svo að segja 1.85. 1.95. Þú segir nú bara svo hjá mig. Nei, ég held ekki um 1.68. Já, wow, 1.67. Var ég nálægt því? Nálægt því. Hef ég einhvern tímann sett að segja eða áður eða? Þetta er einsla. Það er Mike búinn að betta í mörgur. Halló, góða daginn. 13. Og þú myndir segja að þetta væri bara já. Já, og líka Everton Brighton. Ég held að veri bæði, ég setja þess að tóra saman. En Leeds Arsenal, getur tróðu honum minni sem bæðileg skora, heldur það? Já, Leeds skora allt. Ég held að Leeds skora rétt. Ég held að ég tek nafla pikkið á þess að 3. Þetta er bara 3 leikir líka. Já. Bara bóttím þú skori í þessa leiki. Já. Þú eru að fengið yfir 10 stuður, sko. Þetta er góð spurning í chatinu. Já, þetta er hérna 8 kannski. Myndi Naglin segja að Pargo gerir Grindavík að title contenders? Myndi Naglin? Já, hann kallar mig Naglin þessi. Þetta er bara frábær spurning að sko vera að skipta stiga á stóðstíkasta leikmanni deildarinn einhvern veginn út á þessu tímapunkti verandi í toppsætinu. Þetta Keflavík gerði þetta einu sinni þetta með Örbrán í hvað umræður? Hvað er þetta að tala um? Ég er alveg lost. Og ég held bara svona Býttu þá vill að vera að tala um hvernakörfubolta sko. Það þekir alla það sko. Er þetta að tala um Grindavík í körfuna? Já, ég er að tala um Grindavík í körfuna og það sem eitthvað segir mér að þetta á eftir að fara snúast algjörlega upp úr bara í höndunum á þeim og þeir munu detta út bara í áttalúslu. Naglin, það er gott nafn. Ég ætla að vera sammála á naglanum á það. Það er bara þannig því miður. En ég elskar þetta Pargo, þetta eru vinur mín í dag. Við slirum sverði í Boston og grófum stríðsöksina í Big 3 móti. Þannig að það verður gaman að hitta hann. Hvað er þetta að tala um? Hvað er Big 3? Ég veit, en það er bara fyndið að nefna þetta. Þegar ég var í grunnskóla, þá var ég með stráki í árgangu sem heit Jóhann og hann var að æfa körfu og allt sko. Það var geggjað sko. Það er sýning í september hjá Bostonum. Það byrjaði bara strax að bóka með. Ég skildi ekki neitt. Hann var bara að svara spurningu frá Adam. Lítla ræðan sko. Þetta er bara góð. Þetta er bara svari sem gæði vildi fá. Það er bara eins og maður sé. Hafið ég sé hérna þegar að vera að temja villihesta. Það var bara hérna. Það er ekki nóg að vera bara heima 24/7 að horfa á livescore og hvað staðan er í Wimbledon Stockport sko og kunna bara enska bolta. Það vera smá víður sko. Til í það. Það er íslenski bolti. Sammála því. Við förum ekkert meira inn í leik. Ég held að bæðilið skori sér besta pikki í þessum leik. Chelsea West Ham. Þetta er stráka, þetta er ekki walk in the park fyrir Chelsea. Hann er búin að byrja það vel þjálfarinn höfum. Ef hann ætlar að halda standard, halda stöðnismennum á sínu bandi og menn svona fara að hafa í Chelsea treyjunni. Hvernig fílar hann að þjálfara? Já, ég meina hann er búin að byrja frábærlega og ef hann vil halda stöðnismennum og sína smá, þú veist, að hann geti haldið stöðuleika, þá bara fara að trú á hann eða vinna bara þennan, eða aftur mátti fara að tapa þessum eftir að vinna Napoli útivelli, góða sér í deildin einhverja 2, fínan leika mot Arsenal. Fljótt að breyta standardslóttir. Já, þeir tapar Vestam að heima þetta. Þeir vinna þetta bara. Ég held að bara vinni. En Garnaccio sýningin verður ekki til staðar en Chelsea vinnur. Pedro gerir 2 á móti hérna, alltaf típist að það maður inn í fantasy, þá gerir sig alltaf 2-3 í meistaradeildinni sko. En hann er búin að stíga eins upp í síðustu leikjum. Palmerinn heill. Vest hann búin að vinna síðustu 2 og fara Tottenham Hotspur útivelli sem hann nú reyndar í Sunderland á heimavelli. Já, rúluði verðu. Þannig að þeir eru með 5-2 markatölu síðustu 2 leikjum í deild. Já, ég meina Chelsea getur ekki fengið á verri tíma sammála því, en þetta er bara must win fyrir Chelsea. Það er hörð barátta meistardeildarsætin þarna og það mátti ekki minnst ég í svona leik og United er að koma upp núna, Newcastle kemur alltaf þarna líka. Þannig að og bara Leeds, nei Chelsea á þér, það er bara Chelsea. Já, bara Chelsea. Chelsea straight win bara 1-52. Ég er mækarunum mínu þar. Þú það líka? Já, ég var með náttúrulega Chelsea myndi skera 2 mörka meira og þá vinna þær leikinn og þeir vinna þetta 3-2. Já, ég hugsa einmitt að West Ham skori í þessu leik. Ég held að það sé alveg, ég hugsa að West Ham skori. Já, ég sé þetta hérna. 2020. Það eru uppselt á HM í handbolta á úrslit og undanúrslit 27. Það getur bara ekki verið sko. En það er allan ekkert að kaupa með það. Herðu, en hversu góð var ræðin hjá dag? Það þurfti að taka þetta samband í gegn.
Já, það var geðvægt. Það er búið að tala það. Sko þetta eins og eftir en þetta. Dagur ekki, núna, einn dagur, þessi dagur ekki vinnur okkar og það núna. Nei, það rétt. Og við erum ekki að hrósa honum fyrir neina ekki tala vel um hann. Sorry. Strákar, Óvinni þjóðarinn nummer 1. Strákar, Gunni Mag sé við þetta leikarina. Strákar, Frankfurt gegn Leverkusen eftir, er það ekki yfir 5,5 mörk í 8,15 stuður? Jú, þetta Doxon leikur. Við höfum oft fengið mikið af mörkum í þessu þýskabolta. Þú veit það. Mikið að mörkjum á Frankfurt sko. Frankfurt búin að slagir. Já, töfum mér þess að fyrir Tottenham. Tottenham búin að frábæra í Evrópu. Kíkjum á Mækaran, hann er með betbildir á Chelsea West Ham. Já, þú hendi mér í það verkefni. Ég var mjög þreyttur, það var erfiðu dagur ég hendi þessu upp í gærkvöldi svona bara, ok, gerum eitthvað Chelsea-vinnur. Já, þetta er samt allt í lagi. Summerville með 1 skot per skot. Enzo Fernandes skýtur á markið, hlýtur að spjálta leikur. Þetta er full mörg pikk. Og mörg pikk með stuðlinn. Æ, nú var hann að reyna að hefna sín þú tókst hann inn í gegn með sóp og mér fannst það bara erfiðu leikur. Það að skora þessu. Það er kannski eðlilegt og hendir í erfiðasta á mig. Ég skil það alveg. Mestu reynsluna þetta. En ég veit til dæmis ekki alveg hver að spila á Chelsea sko. Er Reece James að spila? Cole Palmer að spila? Byrjaður? Já. Eða Cole Palmer? Jú. Já, hvað er þú þjálfarinn með það? Maður bara gerir sér enga engan fyrir hvernig stílinn sóttast upp. En ég held þetta detti. Þú heldur að detti? Því þetta verður, þú veist, spjöldin detta, Fernandes getur alltaf á mark. Þetta er góður betbildi, getið eldan að sjálfsögja spjallinu. Svo kemur Sömmerville ágætis skotværi og dúndur honum yfir og það verður Mækarna alveg tristur. En Sömmerville er búin að frábær. Herðu, strákar, förum í... Sömmerville, það er bara að skjóta, það er ekki að hitta markið. Það er ekki að hitta markið. Það er ekki mark. Reitt skot. Herðu, en förum í, strákar, leikinn, Liverpool, Newcastle, bollið út með betbildir á þennan. Já. Kannski kíkjum að hann, kannski áður við förum bara í að ræða leikinn. Þetta er svona smá, hann með Liverpool, bæðir vil skora já. Komin á chatið, getur fengið viðbröð fyrir Sörens á chatinu. Yfir 3,5 Newcastle skotamark pluss 1 Szoboszlai skotamark. Ég finnst, ég ætla að segja núna, hann læriði helviti mikið af okkur síðast. Hann læriði helviti mikið af okkur síðast. Skora náttúrulega bildir minn datt síðast, sko, blæti póka og ef að Liverpool hefði þegar maður er náttúrulega, ég verður náttúrulega að taka það fram þegar maður er náttúrulega ekki að vinna neitt sko og þá er helviti góðu tími sem maður getur tekið í þetta sko menn að þú gefið mér oftast einhverja 2-3 mínútur kannski á milli basically, þú veist bara ég er að hlaupa á milli sko og það er bara það var reyndaríska vikina, þú er búin að vera djúpir í handboltanum og fullur núna undanfarið, það er búin að vera mikið álaga en ég er búin að vera að vinna í andlum en þetta er alveg fínt, segð ég sé þetta ekki klikka þannig nema náttúrulega bara Liverpool drulla á sig ég held að gera það ekki ég held að var jafnteflis í leikur en er eitt til að sagt, Newcastle 3,5 yfir 3,5 skot á mark ég held nefnilega að þetta veri markalegur hann heldur bara að þetta verði eitthvað 25 skota leikur og 7 rauð spjöld og 2 rauð og 5 mörk Nafnilega var sammála með henni aðan þetta er leikur sem fer svona 3-2 leikur já, málið er það, fyrir leikur og 3-2 það eru fullt að leikjum að það var Liverpool sem var 3-3 og 4-3 þú ert að blindast af því þeir leikir eru búnir þetta er bara tilfyrir sér með Strákar, Nafli, hvað sér þú í þessu? Já, ég get bara ekki, ég var að hugsa þetta þegar ég var að keyra þarna ég get ekki mætt í enn einn þáttinn og sagt að Liverpool sé að fara að vinna já, Liverpool hljóta að vinna núna þau gera það núna samt, kannski er þetta ágætt að segja það bara alltaf og vinna ekki já, en ég ætla að spá hans leik jafntefli 3-3 Ég hef saman Mike, þetta verður ekkert svona leikur það verður miklu lokaðari leikur þetta verður skemmtilegasti leikur helgarinn 2-0 Liverpool það er bara Liverpool eru meistarar og þeir fá bara ennþá respekti fyrir það í síðasta daginn í janúar þeir eru bara að herri stuðlildur en 1.80 á hana leik Getur við séð eitt örstutt hvað fáum við fyrir rétt úrslit 3-3 Já, hann er þetta Já Hvað er þetta? Það voru að fara að fara yfir 5,5 mörk Já, en fyrir mig rétt úrslit og jafntefli Hafið þið eitthvað farið í rétt úrslit? Já, ég stundum tekið þetta Hvað er 3-3? Dróða 3-3 44 Já Hvað er 2-0 Liverpool? Hvað er 2-0 Liverpool? Það er alveg stuð I like I like Sama 1-0 og 2-0 Já Sama 1-0 Það er það með hverjum heldur í ástrúsku deildinni Það er Sydney Alltaf eru mínir menn Var Robbie Fowler ekki að spila með það? Jú, minni það Myndi Mike taka við sem formar HSI? HSI? Já Það er ekki að koma tíma á það að maður þurfa að taka það að sér Júvill var ég gladur að það myndi gerast Það fengi allan að miða á úrslitaleikina HM á næsta ári Já
Ekki kenna því að ég ekki neitt pening sko. Við hefum eftir að gefa 100 € í viðbót jafnvel fyrir, við veitum það ekki. Þetta er, og það er svona fleiri köruboltaspurningar, takk. Já, nei fleiri svona góður svona hugmyndir einhverjir fleiri hugmyndir. Líka bara þegar menn að segja að þú veist einhverju leiki sem að gleyma kannski í þýska eða enska. Ég var ekkert að gleyma þeim sko. Bochum Schalke, ég var ekkert að gleyma þeim sko. Ég var ekkert að gleyma Bochum Schalke sko. Varst þú með Bochum Schalke bara að lása hérna í morgun þegar þú vaknaðir? Nei, og ég bara gleyma hún núna aftur sko. Herðu, hvað er þetta á morgun? Aston Villa Brentford. Þetta er á morgun. Já, þið eru bara harður á því Aston Villa lappi yfir Brentford. Þeir eru búin að lækka leikur 2-11 2-0-7. Nei, ég er ekki harður á það. Ég bara held að Brentford hefur gefið eftir í sístu 2 leikjum allavega. Hvað gerist þér í Watkins? Hann er bara eitthvað tæpur. Ég held að hann var ekki með. Nei, það stendur hamstring injury, doubtful. Já, hann er átt. Hamstring er alveg 2-3 vikur. Já, ég held að hann sé átt. Og Tílemans er átt í einhverja nokkra vikur, þannig að þetta er skellu fyrir þá. En þeir voru snöggir að replacea, en samt með ég var nú meira að grínast með Douglas Lewis og Tammy Abraham að 2026 sko, þeir eru að berjast um meistaratitilinn. Þeir eru 4 stigum frá efsta sætinu. Og sko, Douglas Lewis er ekki í sama formi hann var í þegar hann var hérna á Aston Villa. Það er þetta vonar að teki kærustunans með í kvennalið. Nei, hún fór í Leicester, eða ekki? Fór hún í Leicester. Já, það er gaman þar í dag. Ég bara... Þú veist, ég var að segja Aston Villa til að, þú veist, sína þér alvöru klúpur, takið 2 alvöru leikmenn, en þá var ég að tala um að allir væri heilir og 2 alvöru leikmenn í viðbót. Makkinn líka meiddur. Já, ekki missa 3 algjöra lykilmenn og taka einhverja 2 með. Hvenær spilaði Tammy Abraham síðast? Mér stila Vestfjörða, John McKinn meiddur. Já, John McKinn meiddur, Tílemans og Kamara. Og hann er sko í, hann er í líklegu byrjunlið með þess að Tammy Abraham og Douglas Lewis. Ég held að Tammy Abraham Sancho. Já, Sancho líka. Já. En ég held að Sancho gerir sig og markið í þessu leik. 1-0 fyrir Aston Villa. Heimavöllurinn hefur áhrifin á það, sammála því. Þetta var erfiður leikur fyrir það. Þeir merja þetta. Það merja þetta, Nabli. Ég held að Brentford taki þetta 1-2. Ok. Thiago setur hann. Thiago. Fyrir mér næsta leikstrákar. Manchester United, já, fyrir mér hann eftir smá, fyrir mér Manchester United Fulham. Wow. Karrik. Hann er bjart sér í United menn núna, gaman núna. Ég er bara með þar. Það er allt annað að sjá þetta. 1,5 er hent hérna út fram á hægri vinstri og menn eru að byrja að reikna upp eitthvað Excel-skjölum og halda að United geti að vera unni deildina. Ég var í allan átt í Excel-skjölunum. Já, ég segja okkur ég þetta Við getum unni restina þessu leikjum. Við erum búið með Arsenal og City 2 langbæstu liðin. Já. Eina sem þreytandi við þetta bara meðsli Dorgu. Einhvern búin að vera jafnbesti leikmaður. Leiðir þetta lendi í þessu loks sem er komin í gang. Það var alveg típist. En menn eru svo peppar að komi gleði. Já, það fór í svona pirraði maður eins og það er ekki búin að kenna nafnlánum aðeins meira í þessari ferðin og þetta voru stutt þessi ferð og það var mikið álag að ég sá hann setja -1,5 bara hann er ekkert lært þessi Það er að fara í aðra ferð. Já, það verður ekki náttúrulega ferð en ég lofaði því en þetta er bara frábær byrjun á Karrik og bara pökkuðu sitt í saman og unnu Arsenal sanngjarnt og það er rosalegt og en þetta er prófið sko og Fulham er búið að vera á blúksandi siglingu og þetta verður ekki auðveldur leikur. Ég er bara verið mjög ánægður bara í Manchester United að vinna þennan leik 1,5 er algjör bónusinn, ég er ekki alveg að sjá það sko. Þeir vinna þetta 2-0, 3-1. Já, ég held ekki að ég senda Hjöppa á völlin og við tökum þetta. Er hann á völlinum? Hann verður á völlinum. Ég sko náttúrulega ef að þetta fer illa þá þarf hann að hætta að fara á völlin bara fyrir ykkar hönd. Þú veist, núna er Karrik við stýrið. Það er bara allt annað game. Já, þeir eru að spila flott. Þetta eru 2 leikir samt, sko. Ég veit alveg þetta er stór lið og allt það. Þetta er samt ekkert eitthvað. Það er rosalega að taka við þessar 2 leikir og að vinna og báða. Virðingu og það. Og líka hvernig þeir pakka sitt í saman. Já, ég er á sammála því. Ég held líka samt að sko það eru bestu leikir sem hann gat fengið til að gíra liðið í gang. Ef hann hefði fengið Fulham heimavelli eða Burnley úti. En nú er það bara leikurinn. Nú er það spurning. Nær hann að gíra liðið almennilega í gang. Hver er þennan leik? Eða eru menn allt í orðnir og stórir, einhverju 12 stigum frá toppnum sko. Þetta er Manchester United sko, þú getur ekki verið stór 12 stigur á toppnum, þá áttu að vera pingu lítill sko. Já, ég minni sjáum ef bara Brentford vinnur Aston Villa og United tekur þetta, það bara er stutt í efstu 2 sætin. Já, við skulum að róa okkur aðeins niður en það bara, eins og ég segi, það er 1 leikur á viku út tímabilið
ekki einu sinni það það engin Evrópuleikur, það engin byggarleikur United á bara að vinna næstu leiki, það bara þannig og eftir þennan ég að fara sko á móti gjaldþrota Spörslið og heimaðalli þannig þú verður farastjóri þar já, getur verið konið 4 og nýr þjálfari komin sennilega til Tottenham þá eini möguleiki gæðans að klippa á sér hári að það núna hefði ekki rétti fyrir fúlam að klippa hann sýnd okkur, hvað settur í hennan leik? Já, maður settur upp bæði lið skora í þessum leik en síðan þetta trikki að Manchester United vinnur bæði sko yfir í hálfleik og vinnur leikinn Amad Diallo 1 skot Bruno skot á mark nú ertu alveg nei það sem ég veit munu töði bæði lið skora og ég er að töði við því ég er töði við því að þú ert á öðrum stað rétt áðan með -1,5 á Manchester United þú ert að basically að fara á móti sjálf nú ert að segja þessi leikur verði allan að fara 3-1 og United þarf að vinna samt báða hálfleikana þú ert alveg tindur sko hvernig ætlar að finna þetta út? Þú hefur verið í sopanum þarna? Nei kominu ég hef einu sinni séð svona heimskulegt og það var þegar Hjammi settu síðustu helgi hérna á leikin sem að sunnudagur í góði byrjað á og það datt reyndar en það mun bara aldrei detta aftur þarna Cremonese þarna dagur í byrjað ég skal sagja nafnlega í leigubílum þetta datt, nú verður eitthvað rosalegu dagur svo bara kom allt það gleymist nefnilega þú varst að setja -1,5 hann útskýri fyrir okkur hvernig þessi leikur þróast United verður 1-0 yfir í hálfleik 1-0 yfir í hálfleik mér finnst það bara mjög líklegt kemst sér í 3-0 og þeir skora eitt skárabótum var ekki restin og veist, lærðu menn ekkert eftir lesturinn sem ég fekk hérna í síðustu helgi ég þóra ekki að segja neitt ég maður heldur að fæ ekki eitt bríður eftir hérna það þarf alltaf gangu upp svo þessi því hann með 7 líka, ég ætla að gefa bolla það hann með 7 líka á sinn en hann mun líklegri ég bara þekki það þá komum við aftur að því það mjög jafn mikið að gera á naflanum á mér stórkostlegt að fylgjast með ykkur og förum aðeins östutt í þann klóka því hann hefur aldrei verið klókari og sjáu þetta, við byrjum bara 12:30 í dag og það West Bromwich Albion, Portsmouth West Bromwich Albion er þetta 12:30? Ég fer bara kvíða að horfa á þetta Já, þið náttúrulega, málið það, þetta fyrir lengra komna þetta ekki fyrir einhverja úlinga líkonur á djamminu og það eitt leikur hérna hvað fyrsti leikur? Ég ætla að fylgja þessu Já, sko, nei, það 12:30 það Stoke Southampton fyrsti leikur í þessu en fyrir þetta, West Bromwich Albion jafntefli West Bromwich Albion, Portsmouth þeir gerir jafntefli við Southampton í síðustu umferð það fór öll orkan í það hvað segirðu? Derby leikur snákur West Bromwich Albion jafntefli Sheffield United tapar ekki á móti Millwall segi ég þeir eru bara á róli unnum Ipswich síðast 3-1 á heimaðalli Millwall á róli en ég held bara að Sheffield United sé betri Southampton skori yfir 0,5 mörg á móti Stoke fjöldi spjalda Leicester Charlton þetta eina sem ég ágeraf eina sem ég ágeraf og það yfir ég var í gerkvöldi ég bara ég gera það bara ég var bara það sko það nákvæmlega rétt síðast klúðraðist Tjaltan það var sko yfir 1,5 mörg 1,5 spjöld þetta er hæsti stuðlinn svo erum við Watford hotspinnu Watford eru með frábært lið núna þeir eru að fá frábæra voru að fá City mann núna á láni ég held að þeir eru eftir að fá 3-4 hotspinnu bara í fyrsta hálftíman svo erum við Reading skori á móti Northampton Reading er búin að skora fullt undanfæri þá eru ekkert ekki að vinna þá verður þeir að skora 8:47 í þann klokka þetta er stemning þetta er þín setild ég hef ekkert út að þetta setja en auðvitað er maður að stressa í spjöldin hvað séu, Southampton mörg yfir 0,5 1,29 1,29 með þess að búið að hækka svo ætlum við hvað Watford hotspinnur Watford þar yfir 4 pæli í þessi gærmaður það var eitt sem klúðraðist í gær það var Derby með Derby á lás hvað sagði þið ykkur? Ég vil að það var vel gert Derby, ég er bara með Derby á lás það er 5-0 á úti það var 3,75 og ég bara að segja ykkur að Derby þessi þjálfari, hann fór frá Blackburn fyrir yfir til Derby tekur við Derby bara út af ekki peningum og því hann sé bara meir í hópnum og maður svolítið hissa, það gekk ekki rosalega vel og núna er það bara konir Derby fyrir playoffs Já Ég verð að viðurkenna að þú ert ótrúlega segur í þessari del. Já, mér finnst þú skemmtileg. Mér finnst þú alveg geggjum. Skemmtileg, þú finnst þú skemmtileg en kona þín. Já, takk fyrir það. Það er bara þannig. Það sé nú Þetta var sá klóki.
Stráka, förum við næsta. Mér vantar eitt, hvað er með þetta upp? Ég ætla að klára þetta, en það meina ég með þetta. Hvað þessi redding? Hvað það deiltur í neðan? Já, það er lík Hvað var þar? Svo er þetta afritað, þú veist það er þetta afritað. Reddingskori. Reddingskori bara? Já. Fjöldi marka redding. Og ert snillingur, sko. Snillingur, trillingur. Yfir 0,5. Við býðum bara hérna í sjónvarpinu meðan þú setur seðilni. Ég getur bara sendt þetta á því. Þú færði þetta sent. Nei. Reddingskori. Við náum við svona fyrir 12:30. Vá. Herðu, síðasti leikurinn var spjöld í hverju? Það var spjöld yfir 2,5. Við skulum bara halda áfram með þáttinu með hann. Vá. Þú þarft að pissa líka, getur við bara beðið eftir. Þegar ég er að pissa. Tökum aldrei auðlýsingarlið. Það verður sterkt. Það fer að taka rúa á þetta. Það fer að detta. Við erum commercial free. Commercial free zone. Strákar, Nottingham Forest, Crystal Palace. Lovely. Ég held að Forest taki hennar leik. Það er einhvern veginn, Crystal Palace er ennþá bara í ykkur rugli og þeir vinna þetta samt 2-1 bara. Já, Forest eru hátt upp. Forest eru hátt upp nú. Áfram í Evrópudeildinni, unnu síðasta leiki deildinni, þeir eru bara svona heimavelli bara þetta. Unnu Brentford út í velli þarna. Þetta verður bara, þetta er 2-0, cirka. 2-0 Nottingham Forest. Ég er sammála því, Nottingham Forest leik. Mateta er út úr hóp. Já. Hvað eru með eftir? Þetta er bara djók, ég meina þú veist að það sé 1-80 á Liverpool en 2,01 á Nottingham Forest þessu leik. Þetta er valjú. Þetta er fyrirhandi Evrópumeistarar, 79-8. Já, ok, það er kannski til ekki þessu leik. Nei, strákar, við erum Evrópumeistarar 79. Og berjast. Þetta er 2 ár í röð. Hvað er Tottenham meistarar til nótt? Geo. Við erum ekki verið meistaradeildina en við erum unnið Evrópudeildina. Og það bara núna síðast. Og ætlum við... Herðu, Mér er þetta. Konan. Þetta er konan, vídeokon líka. Hún veit að vinna. Já, það er ekki... Nú er hún komist að ykkur. Hún hefur komist í skúffuna. Ég er ekki að gáki. Herðu, ég bara... En Nottingham Forest svona lið sem við erum alltaf að spá einhverju sigur og þá tapaður og svo í hinn áttina, sko. Ég er enda með 2 misskóls líka frá konunum minni. Ég er að spá eitthvað sé eitthvað frétt núna okkur. Það getur verið. 2 menn alltaf að glápa eitthvað enn í Laugardalnum. Herðu, ok. Já, ég held að Forest vinna hennar leik. Já, ég sammála því. Ég held að Forest vinna þetta því miður Crystal Palace. Þeir eru bara í hvirfilvindnir í bara fallbaráttuna. Já. Hvað er að gerast? Já, þetta er mjög... Ég versta myndum taka óvænt Já, nú veit ég af hverju hérna konurnar að ringja. Það er náttúrulega leka Epstein Nei! Þið eruð í Epstein Ég var bara að segja hann Epstein Pittar Ólafur Ragnar Dorrit Hjammi og Bolli Það er rosalegt Við fórum eiguna góðu, þetta var helviti Hjammi er alveg líklegur til að vera í Epstein Aurora Viking Ég ætla að henda, má ég henda 100 eurum Aurora Viking, hann greip hérna Hann greip akkurat á sama tíma og við vorum að segja þetta. Mér finnst það gott. Aurora Viking. Já, tók hann sama? Já, tók það sama. Já, vel gert. Þetta er á sama tíma. Við hugsum eins. Við hugsum eins. Þá varum við stórleikir, strákar. Stórleikur sunnudagsins, það er Tottenham Hotspur, Manchester City. Þetta er rosalegt. Sjáu þið þetta. 4,73 á Evrópumeistarana. 4,73. City helvíti, hann mætti vera aðeins herri. Já, þetta er eitthvað mistök. Já, ég fann að halda að Grassi, nú held ég að Grassi sé, það sem Grassi er að gera núna, þannig að veiða menni verið City. Já. Þannig að veiða menni verið City. Ég fæði alveg 1,72 City, já. Já, setja með ykkur öðru. X-i lifir, ég held að það sé svolítið X þarna. Já. Ég myndi setja 1X, ég er 1X þarna. Nei, þetta er 2X þá, ef maður fyrir það. Það er kannski ekki mikið valjú fyrir það. Það er ekki valjú fyrir það. Ég setti X þarna í barðunum bröð, en málið bara City hefur átt í gríðarlega vandræði með Tottenham en það sé meira á heimavellin samt bara átt í vandræði með þá bæði þessi lið hafa verið að spila mjög illa í deildinni Tottenham, þetta er hárstöðull á Tottenham, Lára City með bara Tottenham var bara í vikun enda ofar en City í meistaradeildinni í 8 leikjum og City voru heppnir að komast í topp 8 en Tottenham var með þá lás og sem er ótrúlegt Það hefur svolítið verið búkið í tím fyrir þá. Það er bara þannig og ég meina fyrri leikurinn fer bara 0-3 eða eitthvað sko. Já. Í annar umferð, það er ekki rétt hjá mér. Og hérna 0-2. 0-2. Já. Þannig að hérna og 0-4 náttúrulega 2024. Já. En verða þeir bræður með Foden og Holland og þeir spá Foden og Beckin sko. Nei, hann verður með bara þeir spá Foden og Beckin. Er það? Já, ég meina það er bara hann sterkast í dag. Þá er bara Semenyo og hann hérna Veitu, hvað er það sterkast í dag? Hjá City Hann sé á bekknum?
Já, ég meina hann Semenyo og þá bara og Tjerki á köntunum Haaland frammi Ég held að Haaland byrji og sé Haaland frammi, já, en Foden á bekknum. Já, Foden Haaland byrjar Svo bara með Rodri, Bernardo Silva og Reinders vantilega á miðjunni. Ég held að byrja svona. Þannig að Foden og Foden verður á bekknum og Marmúsin. Það engin stemming í Tottenham í deildinni. Nei, ekki neitt. Það engin stemming á vellunum í deildinni fyrir Tottenham eitthvað að fara að vinna þannig leik. Það sér engin neitt núna. Nei, það kannski að Vestan vinnur og eftir óvænt Chelsea þá er það bara konið alveg fallbar. Ég að segja, það kannski svoleiðis stemming myndi myndast. En ég meina Tottenham bara til að mynda stemningu. Ég var að segja, þetta bara, það ekki Tottenham núna, það bara að hugsa ángríns. Bara förum siglum í ykkur 9 stigi viðbóti eitthvað og björgum Nei, það enginn og björgum okkur tökum bara svo meistaradeildina eins og við tókum Evrópudeildina Nei, trúðu mér þú ert einu maðurinn í heiminum sem er að töksa þetta þeir vita allir sem einn í þessu Tottenham-liði að þeir aldrei að reyna meistaradeildina og það eru allir í Tottenham-liðinu sem vilja fara að vinna leik í deildinni en hann er tæpur Van de Ven Solanke það er gott fyrir okkur að fá hann Solanke geti skorað en Sitt í vinnu þennan leik getur Napoli fengið allar hags skvísuna sína til að gera seðla næsta fösta og komið þá í næsta leik Já, ég mun ganga með Símon og það eitthvað búki í mönnum í dag þetta er smá óskikja ég vona náttúrulega sitt í vinninu en hvað spáir? Ég spáði jafntefli Já, hvað? Hvernig? 1-1, 2-2? Við getum alltaf farið í þessu þeir allir þessi leikir alltaf mörku í þessu leikjum og þetta verður 4-4 þeir kom 4-4 fyrir einhverjum mörgum árum 1-2 Fyrsti setti í jafntefli ég er náttúrulega setjur í miklu líklegri það er alveg rétt hjá hann en ég ætla að segja að Tottenham hangi á 2-2 Það fyrir 0-3 City City verður að vinna hana leik Sérstaklega Arsenal vinnur í dag verða bara að vinna alla leiki Það kemur ekki óvart rautt spjald í þessu leik City fengir rautt og það er 2-1 Tottenham Hvað ertu búin að spá Tottenham sigur hún á marga lögadagir röð? Alla Hvenær er þið búin að vinna leik 2025 með 6? Tottenham á spjöldin er búin að vera að fara illa með minn mann Gaman að því strákar Hvað unnuð er 2026? Búin að vinna leik? Nei, ekki deild Það ekki? Tottenham Hotspur, ég get alveg sagt Ertu að tala bara deildina þá? Tottenham hefur ekki unnið árið 2026 Nei, unnið eitthvað 2025? Unnið er deild Hvað, 4 leikir? Ég ekki það að segja Það er búlið þessi mynd að það er að taka hana Fá nýja Síðasti sigur Tottenham Nei, stopp Það er eitthvað gauð sem segir eitthvað við á í lestinni og sérstu oft í þessum jakka alltaf Það sagði á hann ekki annan jakka Þú er bara að henda einhverjum 500 krónar jakka út af einhverjum Ég er ekki bara að henda honum, ég er bara að herðu Ég vil bara fá að vera í hennum minni aðkaup og þú veist, en ekki hér Það er komið á mikið Ég segi ykkur eitt Ég gerði mistök Árið 2007 þá sagði eitt gaur við mig sem var sjónvaskur og ég dómulega muna hvað hann heitir á fréttamaður hann sagði ein regla í bransanum ég var ekki í bransanum þá, ég var bara bílansani hann sagði þú ert aldrei í sömu fötum í sjónvarpi og á djamminu Nei, en byrju, er þá ekki gott að fá hugrenningatengsl þannig að einhver sér þig þú veist í jakkanauðinum og þá líður fólki eins og eigir engan annan jakka þannig að ég myndi taka hann í jakka út farið við hann, en verði ég á djamminu Já, ég er svolítið Já, svo getur þú líka tekið fermingaveisluður og brúðkaup og eitthvað svona og ekki verið í honum alltaf, sko Þú veist, þannig að farið við eitthvað annað þar líka Það er kannski ekki djam, sko Strákar, Hvað gæi var þetta? Var þetta ekki einhver gælla? Þetta er ekki einhver gæi, þetta var stór gæi, nefninginu Strákar, Svaf Epic á velunum á verðinum eða hafi ekki stuðalóla Ragnar Grímsson var í Epic skjölunum Já, þetta gerðum við það Epstein skjölunum Ekki Epic skjölunum Epic skjölunum, þetta er rosalega Hvernig ætla þau séu? Þau eru rosalega Það verið næsta mál eftir 10 ára Hjálmar og Mækurinn Epic skjölunum Það var hún sem betur fyrir konur og ellilífiri Já, ákveð skýt saman Förum við þetta bolli með blandi póka verið sunnudaginn, geggjaður blandi póka Hann er reyndar geggjaður og hann dettur alltaf hjá mér sem blandi póka Rangstöð dæmi Hörðu, það klikkar ekki Það skemmti fyrir mér Það skemmti hvenær var það Það hefur verið þetta eina skipti Var ekki síðustu? Það var ekki minn, það var hver áttan? Naflinu, það var með eitthvað 6 eða 7 pikk og það var hérna Vestham Sönderland Rángstafur sikkort lið yfir 0,5 Já, út af því að líka, það sem gerist í þeim leik hann naflinu var mjög harður hérna í þættinum þetta er bara ekkit marka leikur og hann setti undir 4,5 mark í hennar leik og málið er á 94. mínútu þá skorar
West Ham 4-1 Einmitt, alveg rétt Ég veit ekki hvort þið tóku eftir Við vorum að horfa á skora 4-1 og það dæmt, það varað af og ég hugsaði bara djöfis ofna og ég hugsaði, og svo bara varað af, ég bara yes að því sá þetta var allt klárt, eina sem ég vissi ekki, ég voru rángstöðunar ég fer á liveskor, nei, 0-1 í rángstöðun, hvernig er það hægt því ég var með á þessu En ef við verum aðeins fæleirina, rennið yfir þetta Aston Villa er bara stór leikur fyrir þennan þátt núna Við erum allir saman það Aston Villa vinnur, United vinnur Rángstöður að detta alltaf og svo er ekki alltaf yfir 1,5 Ég finnst það bara fíblandi bóka þetta er bara það það er alveg klárt að það verður ekki verið mikið að gera í vinnu þessa vikuna Það er líka Ætlaði hann að gefa sér tíma til að horfa eitthvað á handboltaleikjunum með Hvað er þetta? Ég elska þetta Það er að vakna það lít Það er nú bara hann Jú, ég byrjar að vinna, þetta er bara Strákar, förum við næsta Það er roservi að vinna þetta sín, sko Förum við leik, já, sennilega umferðarna bara Það er mánudagsleikurinn Herðu, eitt hérna Við erum með Er ég með eitthvað þarna? Hann er að tala Sunderland Ég og þennan Kíkjum á þennan Það er í dag Já, mér finnst þessi Þú sagði mér að setja í dag Já, mér finnst þessi áhugaverð Everton plus 1,5 Ég er sammála þessu Við vorum að tala um þetta Þeir geta alveg gert það Bæðinni skora Við vorum svona, þú veist, þetta geta alveg verið Newcastle setja 1-2 tapið eitthvað Arsenal vinnur Yfir 9,5 hotspyrnur Þetta er hotspyrnuleikur Já Þessi er nokkur Það má líka breyta sig og setja both team to score í Úlfatir Bournemouth Því að ég var mjög þreyttur í gærkvöldi ára að gera það Já Ég myndi að frekar taka það Það er auðvitað herraðis Það er 1,67 Það ekki? Ég er hrifin að þessu Ég breyti svo sjálfur til both team to score frekar Þessi er góður Það verður við kringu 6 Mér rættur hotspilnar both team to score Úlfatir Bournemouth Þau skora bæði Förum í Burnley, þessi geggaði getið eldan og getið séðan inn á spjallinu easy, þessi var góður 5.50 eitthvað Sunderland Burnley strákar, er þetta ekki leikur umferðarnar? Nei, þetta er það ekki en þetta er svo skemmtilegt að fá leik á mótskvöldi og er ekki bara Sunderland að fara að taka hennan leik á heimahalli Er Bolli feti spánar en hann kallaði bogi af hótelstarfsmunum? Nei, ég kallaði Bolli Bolli verið stór eftir þá það er aðeins búið að sparki í hann En segðu mér, hvað heldur þú? Ég held að Sunderland vinna þetta 1-0 Já, er þetta ekki ekta leikur fyrir Burnley samt til þess að ná í 3 stig? Ég ætla að segja það að þetta ég ætla að setja bara Burnley stakt í þessu leik Þeir sem ég segja úti í Sunderland No Saka, no party Má ég spyrja hvað Það vantar langt besti leikmaður Ef maður sá það á þessu leik á móti West Ham bara miðjan, hún er engin Nei, en núna er ég búin að náttúrulega segja þetta þannig að þá vantilega hrínur þessi stuðull niður að því að menn hafa ekki fatta að hann er ekki með og það vantar fleiri leikmenn líka og Sunderland er aðeins að gefa eftir og ég held bara, þetta er leikur eitthvað fyrir Burnley þess að stígu upp, þeir geta bara unnið leik og sérstaklega með hennar stuðull þannig ég set bæði 2 og svo set ég líka x2 og það skildi þá aldrei rætast að allir nýliðanir haldið sér eins og Hjamminn spáðir svo frækt var orðið aldrei, Burnley fellur alltaf en við getum samt unnið hennar leik En má ég spyrja ykkur einu, finnst ykkur líklegt að bæðilið setja 1 marki? Já, er það ekki? Það var eitthvað með það Ég var með það ég var bara að heyra ykkur segja þetta það voru svo brjálaður að hann Nei, ég var ekki brjálaður við því Það sem ég sagði á hann var að einmitt að Burnley er að skora í þessu leikjum Það er málið Þeir að skora mot United og Liverpool Þeir skora helling Þeir skora helling Ekkert helling, þeir eru búin að skora í undanfjölda leikjum hverju leik Ég sammála því Ég er sammála þérna Þetta er nú leitt Ég hafði leitt 2 Strákar, við erum 1 hérna Ég fór í 1, þetta er nýtt, sá trillt Já, þetta er geðveikt Það tekur að tyggja á munnuna fyrir þennan Svaka svipur er þetta Fórst í myndatöku, sér myndatöku fyrir þann trill Þeir hafa gert þetta strákar Þetta er alveg eins og þú Ég veit ekki hvort ég vilja þessi verið notað mikið Ég veit ekki gerfugreiti skemmtileg Herðu, sjáu Já, hann er rosalega trill Ég er bara rættu við hann Sjáu hérna, yfir 0,5 mörg Í fyrri hálfleik hjá Wolves Bournemouth Verða læti Arsenal fái yfir 4,5 hotspinnu Já Yfir 2,5 Everton spjöld Brighton Everton Það er en þeir stuðlinn hafa Ég er svona að spáði Everton verið yfir og þeir ætla að verja Nei, þau eru ekki að verja það með spjöldum Jú, bara í baráttunni Þetta er bara Everton, það er ekki svona Brighton Hvað er það að sé þannig í fótbolta Alltaf eru kemst yfir og þá var liðið fullt af spjöldum Það er ekki þannig í fótbolta Þú gerðin ekki spila bolta Það er svolítið síðan Það er svolítið síðan Það er samt, þú veist hvað það við Liðin er að verjast og vilja halda fórustinni þá verður það að tækla út allt Það er ekki liðið sem er að vinna sem er að tækla út allt Þeir láta boltan ganga Fyrir hálfleikur, flest horn í hálfleiknum
Chelsea West Ham. Ég skil þetta ekki, það stendur ekkit kort. Nei, það verði flest hot í fyrirháleik. Já, fleiri enn í seinni. Það er aldrei. Ég tók sá klóka á hann, ég spáði að sleppa svo til. En málið hotni koma í seinni. Ef það kemur eitthvað nýtt, þá verði bara eins og gamli kall. Nei. Hlusti á mig. Fyrriháleikur verði með flest hot í leiknum. Það verða læti í byrjun hjá Chelsea West Ham. Chelsea fær fullt og hotspillum í byrjun. West Ham kemur svo seinni partí svona 30. mínútu, tekur 2 hot, ég sem verði yfir 6,5 hotn í fyrriháleik. Og allt brjálaði stúkur. Svo kemur seinni hálfleikurinn, þá er liðin, hei, strákar, hvað erum við að gera? Lokum á þetta svæðið þetta. Skilum hvað við? Svo ertu með undir að Newcastle fái 5,5 hotspillum. Það getur náttúrulega 17,93. Þú ert búin að selja mér þetta. Er það ekki? Hei! Ég var að taka bara út að þetta er svo legendary ruglað sko. Og þá er hrifin af þessu? Ég er að detti, þetta verður að fara full circle hjá mér. 17,93 stuðullin og þetta eldan að sjálfsögðu. Var Bolli maðurinn sem Sveppi hringdi í á sínum tíma þegar hann var með algjör Sveppi þættina og var að kenna krökkum að gera símat? Nei, það er ekki svo gott. En ég þarf að taka mig úr símaskránni. Ég fæ 3-4 símtöl á viku frá úlingum. Ertu í símaskránni? Já. Þetta er símaskránni. Ég bara hef eitthvað ég er í símaskránni. En ég þarf að taka mig út. Ég hef aldrei verið í símaskránni. Nei, aldrei, ekki heldur. Nei, ég er svo einfaldur. Og verð ekki í símaskránni. Ég er bara verkamannakall og við erum bara heiðarlið. Við erum bara verkamann. HSI búið að ringi þig þá núna. Já, ég segi ykkur eitt ógeðslega fyndið. Það var hringt í mig á hvenær voru búin að vinna síðan? Hvað dagur er það? Sunnudag. Þá byrjar að ringja. Það hringdi mig á mándaginn. Er það að tala um svo 25 ára sem var alveg óði kallinn? Blessaður hérna, Hjálmar, já, eitthvað Gretar heiti ég ringi frá HSI. Og ég alveg, já, blessaður. Ég ætla að fara að bjóða mér að leika nú ætti ég að vera að leiðinu út bara og þess að leiki. Fljúa kallinn út. Er það ekki maður að bjóða þér að styrkja HSI 5.900 krónur? og sko auðra púki sem þú ert að segja passar ekki alveg núna. Ég sagði sjálfsögðu. En hvernig náður öllum þessu símtölum? Því allir sem ég veit sem eru í símaskránni eru búin að fóta símtæli í vikunni sko. Nema ég. Já, ég er að segja, svo fór ég að spyrja fólk í kringum mig. Það var fullt að liða sem ekki fengið þetta símtal. Nei, ég fekk ekki símtal. Nei, ekki hringt í alla. Nei, en ég hugsaði, okkur gerður þetta ekki eftir fyrstu riðlana. Því að þá vorum við ekki sérstakir út Ungverjum. Nei, við vorum að vinna alla 3 leikina. Okkur hringdur ekki þá í 5.000 manns. Okkur hringdur ekki aftur svo í 10.000 manns. Því að þeir vakna alltaf þegar kemur einhverja risalegur. Af hverju er aldrei treyjur til sölu í desember? Það var að segja hjá boltamanninum, hann var stanslaust röð að kaupa treyjur þegar hann kom loksins. Já, og þú kom nú ekki einu sinni í fyrra. Nei, en ég segja, þeir eru bara mókaði. Hvað heldur myndi selja í jólagjafir að þessari treyju til dæmis næsta desember, HSI, er að horfa á þáttinn. Hvað heldur myndi selja næsta bara treyjur í jólagjafir núna, því að þetta gekk vel núna mótið. Sammálaður. Og ekki er alltaf að væla ef þess ekki peningur þegar þið gerið ekki, þegar að búa til peningana. Eldi kannski þann trillta til að byrja með HSI. Já, hörðu ég, hvernig var það? Heldur að HSI myndi elda þann trillta? Já, hætti þessu. Þú ert eins og okkur fang, þú ert eins og finskur fang. Ljósa, þú ert ekki verið að ándara skápana. Þetta er skápurinn minn. Hörðu. Honni blúmúfanni á hann einn. Og rosalega með ykkur, takk hérlega fyrir að koma. Við sjáum ykkur að sjálfsög eftir viku. Verður þú eftir viku? Hvernig ferðu út? Ég verð á Old Trafford þetta viku. Ég er að segja það, þú getur hringt í mig þú vilt. Við ætlum að fá nýjan mann inn og það verður erfitt að fylla í. Það er ekki hægt, það verður ekki bara 3. Það var að fá bríðir bara. Bríðet? Nei, bríðet, sögur. Söngurna? Ég sagði að fá bríðir bara. Já, bríðir, já. Vel gert, strákar. Takk hérlega. Lífi.